Venni, 2-0 sigur gegn HK, hver eru svona þín fyrstu viðbrögð? Mjög ánægður með sigurinn auðvitað og bara sérstaklega ánægður með góða spilamennsku. Það var vafaatriði undir lok fyrri hálfleiks, þar sem Vilhjálmur kom boltanum inn í þetta. En á dæmt hendi, hver eru þitt álit á þetta atvik? Ég treysti bara dómarnum til að taka sína ákvörðun. Ég sá þetta bara einu sinni og ég hef ekki séð þetta aftur. Þannig að þeir meti þetta hafi farið í hendina á honum sem er eflaust bara rétt. Og svekkjandi, maður er búinn að fagna, mann leið eins og hérna í útlöndum með eitthvað svona VAR-systema því að það var svona ekkert sem benti til þess annað en að þetta væri komið 2-0 sem hefði verið heldur þægilegt. En hérna, þeir dæmdu þetta og gera það bara. Komist í 2-0 undir lok fyrri hálfleiks. Síðan er þetta svolítið döl bara eftir það. Kláruðu þið leikinn á það? Já, í seinni hálfleik náðum við í 2-0 þegar ekki. Jú. Og þú veist, það er auðvitað fáið síðan eitt færi þarna sem við skjótum örugglega 4 eða 5 sinnum að vera þetta allt saman. Þannig að við hefum alveg geta svona aflífað þennan leik aðeins fyrr. En svo þú veist, ég tóku þarna örugglega ykkur 15 löngu innköst og hátt í 10 horn og við erum með hávaxna hættulega menn, þannig að þú veist, maður er auðvitað aldrei rólegur en ég var mjög sáttur við samt bæði vörn og sókn. Við vörðumst þessum föstu leikatriðum mjög vel og náðum svo að halda bara mjög vel í boltann og búið til góða stöður og færi. Örn Bragi kemur inn á þarna á 60. mínútu. Hefur strax áhrif á leikinn. Hvað þýðir það fyrir Þrótt að hafa svona marga uppalda leikmenn í bankanum? Það er æðislegt. Ég meina, það er þetta hjarta sem að geisla frá þeim og hérna, þetta er bara gæði líka. Þetta eru góðir leikmenn. Þetta er ekki bara af því þeir eru Þróttarar, þeir eru líka bara mjög góðir. En svo Örn Bragi, byrjar á bekknum í dag, ekki út af því að hann hefur spilað eitthvað illa. Ég er auðvitað bara aðeins að velta liðinu. Örn Bragi er bara að spila ofsalega vel upp á síðkastið og frábært að geta sett hann inn á til að dansa í kringum andstæðinginn. Algjörlega. Ægir úti í næstu umferð, hvernig leggst það í ykkur? Já, það er bara allt annað game. Ég menna, það verður á grasi og hérna og þetta er mjög svona öguðu liði sem er hættulegt þarna sérstaklega á grasinu heima hjá sér. Við tökum það bara mjög alvarlega og reiknum með hörkuleik. Takk fyrir. Ekki mál.